Þá við þættinum að ljúka hjá okkur hérna sem við erum að taka í pakkhúsinu í innbænum á Akureyri. En það svona 2 hlutir sem við ætlum að minnast á áður en við segjum bless. Og það eru 2 leikir sem eru að fara í gang hérna hjá okkur. Þátttakendur í 2 skemmtilegum leikjum. Við erum að tala annars vegar vetrarhátíðina í Reykjavík sem að nú hafin. En við í samstarfi við Höfuðborgarstofu og flugfélagið við erum að auglýsa leik. Það sem þið þurfum að gera er að fara inn á Facebook síðan okkar á N4 og skrifa hverjum þið myndu bjóða með ykkur á vetrarhátíðina í Reykjavík dagana 13. til 15. febrúar, sem sagt ekki þessi helgi heldur næsta. Og í vinning er sem sagt að við munum finna einhvern einn sem getur boðið með sér til Reykjavík, sem það er flugferð suður, það er gisting á Icelandair hótelinu. Í 3 nætur eða ekki? Já. 2 eða 3 allavega? Yfir helgina. Og það er Reykjavíkurkort. Heiti það er svolítið sniðugt. Það virkar sem sagt á öll söfn og í strætó og sund og allar svona sem að Reykjavíkurborg rekur. Og svo nær vetrarhátíð sko inn á Sónar, tónlistarhátíðina. Tónlistarhátíðina sem nú reyndar bara svolítið sérstök út af fyrir sig. Þannig að þetta er vetrarhátíð og það er hægt að skoða inn á vetrarhátíð.is, það er hægt að sjá viðburðina og hægt að flokka þetta svona svolítið eins og á menninganótt og svo á Sónar. Ég held að það man ekki hvort það var .is eða .com. En þá, Sónar.is, að þá er hægt að kynna sér þá tónlist. Þetta er sem sagt verðlaun, það eru miði á Sónar, það er frípassi í bara borgina og gisting á Icelandair. Og við vitum það nú flest sem eru hérna á landsbyggðinni að þetta er eiginlega ekkert alveg ókeypis að fara þarna suður, þannig að það er til mikils að vinna. Þannig að farið inn á Facebook síðan okkar á N4 og skrifu hverju þið myndu bjóða með og það er nú ekkert verra ef þið bæti við af hverju þið myndu bjóða viðkomandi. Þetta er reyndar Valentínusardagurinn hérna 14. Þannig að þið eru í rómantísku stuði sko. En svo er annar leikur í gangi, líka tengdur vetrinum og það er hérna fyrir norðan því að éljagangur er að fara að byrja og eins og alltaf þá er gerður snjókall, risa snjókall og hann hefur yfirleitt verið inn á Ráðhústorgi en núna verður hann fyrir framan leikhúsið, samkomuhúsi hérna á Akureyri. Éljagangur er sem sagt vetrar- og útivistarhátíð sem haldir inn á Akureyri og það er verið að fara yfir allt sem tengist vetrar íþróttum og vetrarsporti, vélsleðum og það er skíðin og skautar og guð má þetta hvað. Og þessi kall, mér skilst að hann eigi að vera risastór að þessu sinni og það eru margir sem að koma að því og mér skilst að Finnur Aðalbjörns hérna verktaki í bæ muni eiga veg og vanda því að gera risakall. En þau eru sem sagt að leita að nafni á kauða, sem sagt hvað á snjókallin að heita. Og ef þið hafa verið áhugaði að taka þátt í því að velja nafn á hann, þá er það inn á éljagangur.is, fara þangað og skrifa inn tillögu að nafni á kallinn. Í fyrra hérna Frosti. Já. Og það eru nokkuð fyrirtæki sem eru að hjálpa til við að reisa hennar kall, komum á fætur. Já, meðal annars Kælismiðjan Frost. Já, það er Frost eins og í fyrra og það er Blikkrás, það er MS og það er Nói Sirius og þannig að ef að menn vilja tengja einhver nöfn við eitthvað þessu, þá er hægt að fá til eitthvað svoleið sko, af því hann hétt sko Frosti í fyrra út af Kælismiðjunni Frost sko. Já, eða bara eitthvað allt annað. Já. Tengt bara einhverjum stórum, kaldranarlegum manni. Já. Það geti heiti Ólafur. Ólafur eða Jón. Sendið endilega tillögu, kannski bara gaman í skólastarfi að fara og koma með góða hugmyndir frá nemendum. Já, það er það sem skilabóðum komið á framfæri. Farin á Facebook síðan okkar, segja okkur af hverju þið vilja fara suður og fara svo inn á éljagangur.is og við ætlum sem sagt, það var það sem ég var að gleyma, að næsta föstudag þá munum við tilkynna hver valdi sigur nafnið á snjókallinum og svo væntanlega bara fyrir næstu helgi allavega tilkynnu hver vinnur ferðina suður. Til Reykjavíkur. Já. Takk fyrir að horfa okkur í dag og sjáumst aftur bara spræk næsta föstudag. Góða helgi.